möguleiki sem bara opnast hvergi annar staðar. Að það sé hægt að greiða niður allar skuldir ríkisins, að það sé hægt að safna í myndarlegan þjóðarsjóð og lækka skatta og svo framvegis og þannig að efla í raun og veru lífskjör á Íslandi, ekki til skamms tíma heldur til langs tíma. Vegna þess að eins og við sjáum þau lönd þar sem hefur verið unnin svona, sem menn hafa verið að vinna óendurnýjanlega náttúruauðlindir, olía og gas og námur og hitt og þetta, að þeim sem hefur farnast best hafa sett þetta til hliðar, borga fyrst niður skuldir og lækka álögur og borgara en sett síðan afrakstur til hliðar í nokkuð konar þjóðarsjóð og taka síðan bara ákveðið mikið af honum. Í Noregi til að mynda er það 3% á ári, en ávöxtun sjóðsins hefur verið miklu meiri. Hún hefur verið undanfarin ár hjá Tangen hefur hún örugglega verið hátt í 10%, en þeir eru bara að taka 3% af heildinni sem kemur þá inn vegna þess að menn réttlæta þetta með þeim hætti að það séu margar kynslóðir sem eiga að njóta góðs af þessu. Ekki bara sú kynslóð sem er á meðan auðlindin er unnin, heldur seinni tíma kynslóði líka. Og svo er náttúrulega sjálfsagt að fara í innviða uppbygging og annað og þessari ríkisstjórn hefur verið mjög tíðrætt það. Þannig að það eru þá framkvæmdir sem skila sér til fleiri kynslóða. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein pæling á pardus.is/ein pæling.